Þekkið þið þetta andlit? Vonandi ekki. Þetta er skattaeftirlitsmaðurinn Sigmundur Snuðrari sem Nick geldur nú rauðan belg fyrir gráan. Nick æfir á hverjum morgni sín frægu kjaftsök á þessum sandpoka með gúmmíhaus sem skipta má um. Á þessum hillum standa aukahöfuð ásamt eftirmynd Nicks sjálfs. Hana skrúar hann á pokan þegar hann reiðist sjálfum sér. Á bakvið þetta hengi standa höfuðstjórnmálamanna sem við getum því miður ekki sýnt af lagalegum ástæðum. Nick æfir dálítið jóga á meðan hann les Morgunblaðið. Í því er athyglisverð frétt. Lási gengur laus. 25 innbrot, lásar og hurðir brotnar upp, engu stolið. Allt í einu rísa strjál en sterkleg hárin á höfði Nicks. Hann heyrir öskur í fjarska. Nick reiknar út hvaðan það barst með því að taka tillit til þykkt veggja og loftraka. Veinið barst af 4. hæð hússins við Fjárgötu 27. Óslegið met Nicks í að hafa fataskipti er 5,0732 sekúndur. Þá glymur í sjáanlega símanum og bæld rödd tilkynnir honum. Í Fjárgötu er eitthvað á seiði. Það vissi Nick fyrir löngu. Hann stillir á sjálfvirka símsvarann og fer af stað. Hvað er nú að húninum? Nick sér strax að er að ræða kvoðuna Dimsódúr 37 sem harðnar á örfáum sekúndum. Svona nokkuð heldur ekki aftur að Nick. Íbúðin hans er eins og við vitum öll á 7. hæð. Nick er herramaður og lætur eins og það hafi ekkert séð. Fjárgata 27. Nick velur beinustu leið upp á 4. hæð. Héðan kom ópið. Nick fær gæsahúð. Heilt safn af skattalögum og greinum, hvert sem litið er. Nick verður felmtri sleginn við það sem hann sér. En það sem í fyrstu virtist svo hryllilegt reynist meinlaust. Næmt nefið á Nick greinir þetta strax hárnákvæmlega. Það var þá alls ekki blóð, heldur vatnslitur. Sturtan býr greinilega yfir leyndarmáli. Og Nick ályktar af miklu öryggi. Snuðrari gekk svefndrukkinn undir bununa, leit í spegilinn, öskraði og féll í yfirlið. Og hérna er sönnun fyrir kenningu Nicks. Litur í sturtuhausnum. Sennilega hefnd einhver skattborgarans sem Snuðrari hefur leikið grátt. Þá heyrir Nick mergjað kvenmannsveginn að 5. hæð í næsta húsi. Nú já, kroppurinn kemur honum kunnuglega fyrir sjónir og andlitið ekki síður. Kvensan var áður ljóshærð. Já, auðvitað, þetta er fyrirsætan Molly Moll. Nick beinir skörpum sjónum sínum að auglýsingaspjaldinu. Molly Moll er orðin popsöngkona og kallar sig nú Dolly Dour. En hvað heyrir Nick þá? Sína eigin rödd. Það er símsvarinn. Molly hefur hringt til hans áður en hún féll í ómegin. Nick kannar hjartslátt hennar gaumgæfilega. Hann er eðlilegur. En hver er nú þetta? Þetta er blaðaljósmyndarinn Loftur Leiftur. Hann kom inn opnar dyrnar og leið glaðvaknar Dolly. Hún segir frá því að leynuhólfið hafi verið brotið upp og nóturnar af nýjasta smelli hennar verið stolið. Hér var á ferðinni slingur lásasmiður. Ekki rispa, engin fingraför, en þarna, dæld. Engin nema Nick kemur auga á hana. Sökudólgurinn notar skó númer 39, vegur 62 kíló og verknaðurinn átti sér stað fyrir nákvæmlega 42 mínútum. Nick lítur enn einu sinni inn í skápinn og uppgötvar dálítið. Þá er gripið utan hann. Dolly grátbiður hann að finna nóturnar aftur.
Nick heldur ró sinni furðanlega. Hann ætlar fyrst að leysa snuðraramálið og snarast út. Snuðrari segir Nick frá því sem við vitum að hann veit fyrir löngu. Þá heyrir Nick hljóð við dyrnar. Hann ætlar að rífa upp hurðina en hún er föst. Það sama hafði gerst fyrr daginn. Hvað er þetta? Og hvað stendur á seðlinum? Ef þú blandar Nick í málið snuðrar þú ei meir. Sendiboðinn hlýtur að vera í stigaganginum. Nick sér blátt auga og síðan brúnan hártopp. Nick ætlar að komast í veg fyrir fýrinn. Á annarri hæð ætlar húsfrúin að fara að strauja á svölunum. Sjáum þetta aftur, svo að þið geti séð þetta einstæða straubolta kjaftshögg betur. Hversu lengi hann er í öngviti er með öllu óvíst. Þegar Nick raknar úr rotinu suðar fyrir eyrunum á honum. Hann sér umhverfið ekki mjög greinilega. En brátt verður sjón hans skarpari. Honum verður ljós aðstaða sín. Hann liggur í gifsi. Shhh, hvíslar hjúkkan. Þú verður að hvílast og vertu nú góður og taktu pilluna þína. Grunsemdir Nicks eru þegar vaknaðar. Til öryggis gleypir hann ekki pilluna, heldur felur hana í holri gervitönn. Nick finnur að það amar ekkert af honum. Allt í einu eru allir útlimir sprelllifandi. Og hann getur meira að segja ályktað hann í. Og hvað ályktar hann? Að hann hafi mist meðvitund, verið numinn á brott af andstæðingum sínum, afklæddur blíðlega og settur í gifs. Nick hefur á réttu að standa eins og brátt kemur í ljós. Fóturinn er alheill. Það er heldur ekkert að handleggnum. Umbúðirnar höfuðið eru líka blekking. Þá nötrar allt í einu sjúkraherbergið. Er jarðskjálfti? Nick stekkur út. Sjúkraherbergið var flutningabíll í eigu afbrotamanna. Nick sér hvar hann hverfur yfir hæð. Nick rannsakar útblásturinn frá bílnum og hjólförinn. Þá spýtir hann svefntöflunni. En hvar er hann? Nick ákvarðar það með hjálp stjarnanna. Í tölvuheila hans eru geymd öll möguleg vegakort og brátt birtist það rétta fyrir hugskotssjónum hans. Hérna er hann samkvæmt útreikningunum. Í raun og veru skeikaði Nick 10 metra, en við fyrirgefum honum þau smá mistök. Það er hrollkalt en Nick verður samt sjóðheitt þegar hann minnist bakhluta, barms og skásettra augna hjúkkunnar. Auðvitað, þetta var glæpakvendið Virginia Peng með ljósa hárkollu. Þannig liggur í því. Virginia og félagi hennar halda að Nick sofi rótt að baki þeirra. Hann er lengra að baki en þau grunar. Nick vonar að það taki hann einhver upp í og loks heyrir hann í bíl. Nick kemst að raunum að margar konur treysta ekki manni sem er á skyrtunni einni fata. Á meðan tilkynnir ökukonan að á þjóðvegi 29 sé hoppandi brjálæðingur. Geðhjálpin gleðst yfir tilbreytingunni og fer strax til að fanga vitfirringinn. Nick fær hjartanlegar móttökur og er kyrfilega bundinn. Eins og sjá má er Nick orðlaus. Þetta er greinilega geðveikrahæli. Skiljum Nick eftir hjá geðlækninum og eltum flutningavagnin með innbyggða sjúkraherberginu. Virginia og félagi hennar halda enn að Nick sé í gifsi aftur í. Þá neyðist bílstjórinn til að stöðva skyndilega.
Virginia heyrir afturhurðina skella og kíkir í gegnum gæjugatið. Hún sér þá autt rúmið. Hún spyr sjálfa sig örvilluð. Hvar er Nick? Við vitum öll að ekkert er erfiðar en að fullvissa geðlækni fullkomna geðheilsu sína. Nick náði góðum árangri á hálftíma. Læknirinn líka. Nick pantar leigubíl. Hann ætlar heim vegna þess að fatalaus og sérstaklega pípulaus hann gagnslaus. Bílstjórunum þykir gaman að aka svo frægum manni og biður Nick eiginhandaráritun á dagblað. Og hvað sér Nick á forsíðunni? Mynd sem Loftur Leiftur hefur tekið. Nótum stolið er Nick kominn á slóðina. Lási enn á ferð. Hann braut upp 37 hurðir og hólf í nótt. Nick er lítt hrifinn af svona auglýsingu. Bílstjórinn fær eiginhandaráritunina. Á meðan er Nick með augun allstaðar. Eftir áralanga augnþjálfun getur hann horft til margra átta samtímis. Þá kemur hann auga á eitthvað. Þessi ruslapoki hreyfðist. Stans! Hrópar Nick. Út úr pokanum kemur handfylli af teiknibólum. Venjuleg teiknibóla gaf glæpsamlegum pokanum forskot. Þá kemur Nick auga á fallega skreytta trjágrein. 200.000 króna fundarlaun fyrir stolnu nóturnar hennar Dollyar. Dolly lýgur, ég stel aldrei, Lási. Og á hverju hangir seðillinn á barminum? Á kunnuglegri teiknibólu með þumalfingursfari. Nick hefur fengið nóg. Í leigubílnum ályktar hann af fullum krafti. Lási dulbýr sig sem ruslapoka til að geta óséður föndraðið Lása. Hann er ekkert blávatn og með sterka réttlætiskennd. Í hólfinu hennar Dollyar voru alls engar nótur. Hún vildi bara komast í blöðin. En hvað vill Lási fyrst hann stelur engu? Hvað þá? Það er ljós hjá Nick. Nick fer upp svalirnar vegna þess að lykillinn er í buxnavasanum hans. Og nú kemur honum ekki bara eitt, heldur margt að óvörum. Þetta er ekki slöngur, heldur er þetta spólan úr símsvara Nicks. Öll neyðarhrópin hanga hljóðlát í loftinu. Nick reynir að slaka á. Þetta er sama teiknibólutegundin. Þessa pípu skildi Nick eftir nýtróna þegar hann fór í skyndi. Lási virðist vera brandarakall. En Nick hefur sjálfur kímnigáfu. Á baðinu hefur spaugsami innbrotsþjófurinn líka verið. Grænt ferðir betur. Fljótt kemur í ljós við hvað er átt. Þessi gamli brandari með litað vatn er úreltur. Nick veit ekki af hreinni skyrtu. Og hver liggur á rúminu hans? Dolly Dúr. Dolly ætlar að gera játningu, góða skemmtun. Og aftur er það teiknibóla úr sömu öskjunni. Nick grunar að Dolly ætlaði að játa að nótunum hennar hafi alls ekki verið stolið. Dolly biður hann að sýna skilning því að framagjörn sönguna verður að fá auglýsingu. Nick skilur það. Þá heyrir Nick smell og sér gat á klæðaskápnum. Fréttaljósmyndarinn Loftur Leiftur. Út, kallar Nick. Út með ykkur bæði tvö! Auglýsingar eru nauðsynlegar, en þetta gekk einum of langt. Þau hafa í raun ekkert að gera með þetta glæpamál, þau hafa bara flækt sér í það. Þá sér Nick að hurðin er með glænýjum lás. Á lyklinum hangir bréfmiði. Lási leyfir sér að færa þér þennan lás frá Vá og tryggingu í sárabætur fyrir þann sem ég skemmdi. Heili Nicks er á suðupunkti. Ekki nóg með að Lási stæli engu, heldur kom hann og færandi hendi. Í hvaða tilgangi? Hugmynd lýstur niður í huga Nicks. Nick slær eigið met í að skipta föt. Hvert er Nick að fara? Við segjum ekkert það strax því að hann tefst nokkuð. Þessi útblásturlykt er kunnugleg. Þetta er flutningabíllinn sem honum var rænt í. Nick setur hröðunarbúnaðinn í gang.
Gleði kumpánanna stendur ekki lengi. Þegar þeim verður litið í baksýnisspegilinn fer þá kuldahrollur. Nick er á hælunum á þeim. Þeir losa yfirbreiðsluna. Nick sortnar fyrir augum í orðsins fyllstu merkingu. Hann sér ekkert. En stuttu áður sá hann speglast í rúðu nafnið Vá og Trygging. Og nú sér snöggvast í afturendan á bílnum. Nick pakkar saman seglinu og fer strax í Vá og Tryggingu. Það er skömmu fyrir miðnætti. Enn er verið að vinna í byggingunni. Nick segir verðinum að hann sé að skila ábreiðu sem týnst hafi af bíl. Og hvað sér Nick í glugganum á auglýsingadeildinni? Dolly Dúr í ýmsum stellingum. Hvað er á seyði? Loftur Leiftur hefur tekið auglýsingamyndirnar. Nú eru nóturnar hennar Dollyar öruggar í hólfi frá Vá og Tryggingu. Á vinstri hönd sjáum við Hugo Vá, forstjóra fyrirtækisins og einkaritarann hans, Virginíu Peng. Þarna stendur Nick. Vá fær skjálfta í hnén. Öll fjögur eru stíf af hræðslu. Þau játa þegar í stað. Sökudólgurinn er skatturinn. Hérna má sjá gróðalínu fyrirtækisins. Á þessum punkti kom skattaeftirlitsmaðurinn snuðrari og hirti allt í ríkiskassan. Til þess að koma í veg fyrir gjaldþrot tók Vá upp glæpsamlegar auglýsingaaðferðir. En hvar er Lási? Þarna birtist hann, lögreglan stóð hann að verki. Þetta er verkstæðisstjórinn og hinn frábæri lásasmiður Kasimír Lási. Hann gerði þetta fyrir fyrirtækið. Hversu þunga refsingu þeir Vá og Lási hljóta má lesa í blöðunum sem fjölluðu ítarlega málið. Lási kemur fyrir rétt. Er það glæpur að tryggja sér atvinnu? Mozart stal nótum Dollýjar. Dolly Dúr ástfangin af Knatterton. Nick getur verið ánægður þó að lögreglan hafi náð sökudólgnum. Hann á fleiri hættur í vændum, en það er önnur saga sem þið fáið að sjá næst.